Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir og sú sem hér talar, Guðveig Eyglóadóttir. Varamenn í dag eru Logi Sigurðsson í fjarveru Bjarneyja Bjarnadóttir og Þórður Brynjarsson sem situr sinn fyrsta sveitarstjórnarfund í fjarveru Davíðs Sigurðssonar. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóri og Flosi Sigurðsson sem rita fundargerð. Forseti óskar eftir því að gera breytingar frá boðaðri dagskrá og bæta við á dagskrármálum frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá því í gær sem þarna staðfestingar í sveitarstjórn og sama gildir eitt mál frá 128. fundi velferðarnefndar sem jafnframt þarna staðfestingar og þessi mál kæmi þá sem mál númer 18, 19, 20, 21 og 22. Eru fundarmenn samþykki þessu? Og það samþykkt samhljóða og þá vindum við okkur í fyrsta lið á dagskrá sem skýrsla sveitarstjóra og ég býð Stefán Brodda Guðjónsson, hún gjörði svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, kæru íbúar og aðrir áhugasamir hag borgarbyggðar. Það enn eitt fallegi dagurinn hér í Borgarnesi og í Borgarbyggð. Það komin þetta seint þetta árið, sumarið. Vonandi heldur það bara áfram og við fáum gott veður áfram í skólabyrjun og í leitum og réttum. Nú ég búin að vera 2 mánuði í starfi og ég að finna það sem að mörg eitthvað voru búin að nefna við mig og margir íbúar og aðrir svona sem þekkja til sveitarstjórnarmála að svona þegar kemur fram á haustið þá myndi nú verkefnum fjölga dálítið hratt og álægið myndi aukast og svo þetta hefur verið svolítið nýja brummi á mér og pínu kannski einhvern veginn, ég veit ekki, svona á fyrstu dagarnir sem kannski álægið minna og maður að læra hratt. En ég finn það að tölvupóstum að fjölga hratt og símtölum og fundum og dagskráin að þéttast ófluga og ég enda vissum að samegi við flest eitthvað sem sitja hér í þessum sal og flest eitthvað sem heima og þetta starfsfólk sveitarfélagsins dagskráin að þéttast og haustið þetta aldrei tíminn þar sem að skólarnir, okkar stærstu vinnustæðir eru að taka til starfa, flestir nýkomnir úr fríum, sama tíma eru allir á fleygiferð í að ljúka verkefni sem þarf að klára fyrir veturinn. Ég hefði sjálfur sagt sjálfur mér og við íbúa að ég reyndi nú að myndin reyna að vera eins mest svona ínáanlegur og gefa mig góðan tíma í góð samtölu í íbúa og setja mig vel inn hlutur og svo framvegis. Ég ætla þó ekki að gefa upp á bátinn þó verkefnum fjölgi hratt en ég byrst að launningar ef ég seinna svara en þá bara íta við, hringja eða senda línu. Nú, ég fæ fjölmargar ábendingar, hugmyndir og gagnrýni og tillögur frá íbúum og meira að segja fáum við stundum hrós til sveitarfélagsins og en ég vil ekki með allan fram það að við í sveitarfélaginu séum þjónustulunduð, reynum til bestu getu að aðstoða leiðbúna, já þjónusta íbúa sveitarfélagsins. Við erum stjórnsýsla sem þýðir að við getum verið svifastein og eins og gengur þá komum við ekki alltaf með svörin sem fólk vil heyra en það er sem mikilvægt að svara og greiða leið eins og hægt og tryggja gott flæði í verkefnum. Ég vil ekki að það þrífist hjá sveitarfélaginu einhvers konar computer says no kultúr, hvorki hjá sveitarfélaginu sjálfu né hjá íbúum þess. En það nú að gera eins og dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar ber með sér. Hér til dæmis lagðar fram breytingar á samþykktum sveitarfélagsins. Þannig að vera uppfæra ýmislegt en ég hugsa svona kannski einn af veigamesti og rauði þráðurinn í þeim breytingum sem verið að gera að verið að einfalda afgreiðslur í skipulags- og byggingamálum þannig að okkar sérfræðingar hafa þá stærri heimildir til að ljúka málum vonandi leiðir til meiri skilvirkni án þess að koma niður á vandvirkni og að við afgreiðum erindi viðskiptavina hraðar. Ég held samt að tækifæri sveitarstjórnar fólks til að veita aðhald verði ekki minna á eftir. Svo viðaukið í fjárhagsáætlun. Það var fallið til kostnaðaraukar en það eru kostnaðarhækkanir í samfélaginu. Það fellur til viðhald sem ekki hafði verið ráðgert og launakostnaðar aðeins hærri en á móti útlit fyrir hærri tekjur. Þannig að það heila eru netto áhrifum svona í tekjum og gjöldum í stóra samhenginu nú lítil. Það var samt benda á að skuldir sveitarfélagsins að langstærstu leyti verðtryggðar eða það bil 3 milljarðar af þá skuldum samstæðunum síðustu áramót og það einfaldlega þannig að þegar verðbólga eða vísitala verðsluverðs hækkar hratt eins og hún hefur gert á undanförnu þá hækka verðtryggðar skuldir í samræmi við það. Nú við kláruðum samninga við Skorradal daginn, loksins myndu einhverju segja. Það er þetta bara mjög ánægjulegt að þeir séu í höfn og við hlökkum til
áframhaldandi góð samstarfs við okkar og nágranna í Skorradalshrepp. Það eins og ég sagði áðan, það sést nú á dagskrá fundarins að það mikið líf í skipulagsmálum í sveitarfélaginu, mörg erindi og það greinilega mikil framkvæmda gleði hjá íbúum. Við förum ekkert varhluta því og svo eru þetta stærri verkefni sem eru hafin og eru framundan. Nú skipulagsvinna Brákari komin af stað og það sérfræðingur á skipulagssviði sveitarfélagsins, hluti af vinnuhóp og gert ráð fyrir að fulltrúar frá sveitarstjórn og sveitarstjóri séu vel inni í ferlinu og svo auðvitað íbúar. Nú ég að vona við sjáum tillögurnar að rammaskipulaginu í byrjun næsta árs. Ég allavega mjög spenntur fyrir þeim tillögum sem þá munum sjá dagsins ljós. Nú svo vinna við aðalskipulag aðkallandi og nú erum við í undirbúningsvinnu fyrir það hjá sveitarfélaginu og ég ætla að leyfa mér að segja að vinnan hefjist svona fyrir alvöru núna í þessum mánuði og svona til þess að setja einhverja tímapressu hjá okkur hjá sveitarfélaginu þá er ég að vona að við náum að bjóða verkið út núna fyrir áramótin. Hafið samt í huga að vinna við aðalskipulag mjög tímafrekt og ferli og sem kannski raunhæft að taki það bil 2 ár. Sömuleiðis mjög margt í gangi hjá fjölskyldusviðinu. Farsældarlögin svokölluðu framundan og breytingar á landsvísu á umhverfi barnaverndar. Ég held að innleggingin á farsældarlögunum sé mjög stórt verkefni. Það langhlaup, enda ætlunin að þau verða fullu innleidd á svona 3 til 5 árum. Núna mjög gott og mikið samtali í gangi innan sveitarfélagsins, innan skólasamfélagsins í sveitarfélaginu, fjölskyldusviðs og félagsþjónustunnar. Ég held að farsældarlögin séu mikið framfara skref í þjónustu við börn og fjölskyldur og það fer fram mikil vinna núna eins og ég segi hjá sveitarfélaginu að tryggja að innleiðing þeirra taki sem best. Ég held sem svona dæmigert verkefni eða dæmuverkefni sem ekkert mjög sýnlegt fyrir íbúa meðan á því stendur en gríðarlega mikilvægt að vel takist til við að gæta hagsmuna íbúa sveitarfélagsins við innleiðinguna. Nú skólarnir nýbyrja eftir sumarfrí, þeir fara vel á stað. Fyrsta hausti núna í 2 ár sem svona einhver lítið eðlilegt eftir COVID og sömuleiðis vetraríþróttastarfið að hefjast á fullu. Nú aldan komin í nýtt húsnæði sem nýverið og gera það með pomp og prakt. Nú hjá sveitarfélaginu og svona þjónustueiningum þess þá fjárhagsáætlun auðvitað komin á fullt skrið. Svo vinnur ekkert einföld, margt óvíst í forsendum, dálítið eins og ég vék áðan. Launakostnaður 60% af öllum beinum kostnaði sveitarfélagsins en þetta mjög stór hluti af öllum öðrum kostnaði og svona óbeinn hluti kostnaður sömuleiðis. Þannig að og þetta töluverð óvissa það hvernig niðurstaða kjarasamninga og niðurstaða launakostnaðar verður þegar hort fram á við. Nú verðbólga mikil og lán sveitarfélagsins að mestu verðtryggð. Á móti kemur atvinnuástandið gott í sveitarfélaginu, fasteignaverð hækkað og íbúum fjölgar. Það var ákaflega gaman að rjúfa 4.000 íbúa múrinn daginn. Vissulega íbúa nokkuð sveiflukennd en ég nokkuð bjartsýnn á að við náum að halda okkur réttu megin við 4.000 fram á veginn. Talandi búsetu, þá langar mig að nefna líka annað mál sem svolítið fyrirferðarmikið hjá okkur og mjög áhugavert. Við höfum ekki farið varhluta af miklum áhuga eigenda frístundahúsa að flytja lögheimili í sveitarfélagið og einnig hefur komið mikil kippur í beinunum uppbyggingu á íbúðabyggð í dreifbýli. Það auðvitað frábært og auðvitað mjög vel skiljanlegt að fólk vilji búa í borgarbyggð. Við hjá sveitarfélaginu viljum hins vegar reyna að ná skipulag utan verkefnið og svona gæta að forsendum svona ákvarðanatöku í þeim málum og hvaða stefnu á þrýsta á verði fylgt á landsvísu. Því ljóst að nýjum lögheimilum fylgja skyldur þjónustu af hálfu sveitarfélagsins. Við höfum þess að fara svo leit við samtök sveitarfélaga að vinna á Vesturlandi að vinna fyrir okkur líkan þar sem reynt verður að fanga svona fjárhagslegu áhrifin og áhættu á svona verkefnum fram á veginn eða þróunum fram á veginn þannig að við getum sem best metið tekjur og kostnað af slíkum nýjum svæðum. Vonandi sjáum fyrir endan á þeirri vinnu fljótlega og vonandi bara í byrjun næsta mánaðar og ég held að þá komið aldrei gott hjálpartæki í höndina við ákvarðanatöku í slíkum málum. Nú hafa því miður sömuleiðis svona miður skemmtileg mál sem ekki beinlínis í verkahring og dapurleg og þungmál sem ekki beinlínis í verkahring eða valdsviði sveitarfélagsins hvílt á íbúum. Rétt að nefna hér að dýravelferðarmál ekki í verkahring og valdsviði sveitarfélagsins en við höfum eftir bestu getu reynt að leiðbeina íbúum þegar til okkar leitað og við komum okkar áhyggjum mjög skýrt og skorunátt á framfæri við þær stofnanir og þá aðila sem hafa með málaflokkinn að gera.
Þannig nú bara nýlokið fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar með forstjóra Matvælastofnunar sem haldinn var að beiðni sveitarfélagsins. Nú annað mál sem ekki beinlínis í okkar verkahring sem þá staðan á heilsugæslunni. En það þetta þungbært að læknaleysi auðvitað áhyggjuefni og óásættanlegt og þar reynum við eftir bestu getu að beita stjórnvöld og Heilbrigðisstofnun Vesturlands þrýstingjum svör og aðgerðir. Nú ég ætla bara að ljúka þessu á aðeins jákvæðari nótum og auðvitað væri hægt að tæpa á miklu fleiri sem í gangi hjá okkur en langar að þakka kollegum mínum í starfsliði Ráðhússins kærlega fyrir frumkvæði og jákvæðni í gangbrautarvörslu á leiðina yfir Kveldúlsvöll. Það eru 2 gangbrautir og það var ljóst að þurfti að manna aðra þeirra og þar hafa starfsmenn Ráðhússins skipst á síðustu vikurnar og bara held ég falli bara vel í kramið og góð byrjun á deginum og það komið að mér að standa vaktina á mánudag og þriðjudag og ég hlakka bara til. En ég veit þetta líka, það út allt sveitarfélag. Þá eru íbúar að sinna alls konar frábæra málum og bæta samfélagið óumbeðnir. Ekki út af því að við þessir krafist af okkur heldur bara vegna þess að við höfum öll vilja til þess að gera gott samfélag en betra. Á þessum nótum þá þakka ég kærlega fyrir mig. Já, þakka sveitarstjóra fyrir greinargóða skýrslu. Þá skulum við vinda okkur í dagskrárlið 2 sem ber heitið breyting á samþykktu borgarbyggðar, málsnúmer 2208-021 og þetta frá afgreiðslu byggðarafsfundar númer 607. En í bókum byggðara segir byggðara samþykki framlög drög að breytingum á samþykktu stjórn borgarbyggðar og vísar þeim til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Og ég gef orðið laust þetta mál. Og Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Í 47. grein C-liðar, númer 2, eru gera breytingar á kjördeildum og þeim fækkað úr 6 í 4 sem löngu tímabær breyting að fækka kjördeildum. Þetta búið að sameina sveitafélög eða reppa og sveitir og hér í Borgarfirði og bæta vegi mikið á seinustu áratugum og því tímabært að breyta þessu. En fyrst að það verið að gera þessar breytingar þá legg ég til að stíga stærri skref í fækkun kjördeilda og fækka þeim niður í eina kjördeild og að hún verði staðsett í Borgarnesi og þjóni öllu sveitafélaginu. Og til vara að þeim verði fækka niður í 2, önnur í Borgarnesi og hin í Þinghamri eða Kleppjárnsreykjum. Ég óska eftir þessar tillögur verði teknar til umræðu og afgreiðslu í byggðarráði á milli umræðu í sveitarstjórn. Það ekki rétt skilið á mér. Þetta þarf að fara í 2. Takk fyrir það, Sigurður. Bara svona til upplýsinga þá einmitt var þessi umræða svo sem tekin á fundinum. Svona veltum öngum með þessu en ég gef orðið ennþá laust undir þessum lið. Lilja Björg Ágústsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla bara að taka undir með Sigurði. Ég held að það sé fínt að sé tekin umræða þennan þátt bara á milli umræðina í sveitarstjórna því að það þarf að taka samþykktir fyrir raunverulega 2 umræður, þannig að þetta ætti ekki að seinka málinu mikið. Þetta var töluvert rætt inn í byggðarráði en við vorum eiginlega svolítið á þeirri skoðun að þetta þurfi kannski bara skoðunar við inn í fleiri nefndum. Þetta ákveðnu leyti pólitísk ákvörðun, þetta getur haft áhrif á kjörsókn hjá fólki. Ég ekki að segja að ég sé alveg sammála Sigurði að verði bara 1 kjördeild en mér finnst alveg þess virði að við tökum umræðuna það og komumst að einhverju svona niðurstöðu út frá því að það verður örugglega mikil breyting á næstu árum bara varðandi kjörstaði þegar að taka upp rafrænar kosningar og þá veit maður ekkert alveg hvernig eða hvað framtíðin ber í skauti sig varðandi það. Takk.
Já, forseti, fyrirgefið fundarmenn, ég orðið ennþá laust undir þessum lið og ef það enginn sem kveður sér hljóðs þá ber ég upp tillögu Sigurðar að ég er náttúrulega ekki með hana skriflega hérna en sem snýrst að því að vísa umræðu kjördeildir aftur í byggðaráð. Afsakið, ef við vísum þessu til frekari umræðan í byggðaráð þá það skil ég þá rétt að við séum ekki að vísa þessu til annar umræðu strax. Já, eins og í rauninni eins og gerist með já, ok. Herðu, þá ætla ég bara að byrja á því að bera upp tillögu Sigurðar að vísa umræðu fjölda kjördeilda í frekari umræðu inn í byggðaráð og þess fulltrúa sem samþykkja það, gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og þá ber forseti upp á tillögu að vísa tillögum til breytingar á samþykktum stjórn borgarbyggðar til síðari umræðu. Þá ber ég það upp og bið þá fulltrúa sem samþykkja það að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í þriðja lið á dagskrá sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun á málsnúmer 2203/010 og það bókun frá fundi byggðarráðsnúmer 607. Þar lagt fram minnisblað vegna tillögu að viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2022. Í tillögunni gert ráð fyrir hækkun kostnaðar við rekstur tónlistarskólans 885.000 krónur, hækkun launakostnaðar við slökkvilið 20 milljónir króna, hækkun launakostnaðar í ráðhúsi 12,5 milljónir króna, hækkun á kostnaði á fræðslusviði 14,2 milljónir króna, aukin kostnaðar vegna samkomulags við hús og lóðir EHF frágang lóða 5,7 milljónir króna, aukið viðhald vegna grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi fyrir 8 milljónir króna, hækkun launakostnaðar í leikskólanum Uglukletti fyrir 3,8 milljónir króna og í grunnskóla Borgarfjarðar fyrir 6,1 milljón króna. Kostnaður vegna tómstundafulltrúa hækkar 200.000. Á móti þessum hækkunum koma auknar tekjur úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir 67,4 milljónir króna og lækkun útgjalda á óvenjulegum liðum fyrir 15 milljónir króna. Þá einnig gert ráð fyrir auknu framkvæmdakostnaði við lagningu ljósleiðara fyrir 30 milljónir króna en á móti lækkuð áætlun framkvæmdir við íþróttamannvirki sömu fjárhæð. Og byggðarráð samþykkti að vísa þessari tillögu til afgreiðslu sveitarstjórnar og ég gef orðið laust þennan lið. Og Thelma Harðardóttir hefur óskað eftir taka til máls, gjörið svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs og A-listans sitja hjá við afgreiðslu á viðauka við fjárhagsáætlun. Að ræða viðauka útgjöld upp á rúmlega 71 milljón króna. Hluti af þeim liðum sem þarna eru teknir saman eru nauðsynlegir til þess að tryggja eðlilega starfsemi ákveðinna stofnana. En einnig að ræða stóra útgjaldaliði sem lúta að launum, þá bæði eingreiðsla og eins aukning á starfshlutföllum í ráðhúsi sem ljóst að muni hafa töluverð áhrif á rekstur sveitarfélagsins, bæði á yfirstandandi fjárhagsári og því næsta. Launakostnaður hátt hlutfall rekstrarkostnaðar sveitarfélagsins. Eðlilegt að umræða í tengslum við slíkar ákvarðanir fari fram í tengslum við vinnu fjárhagsáætlunar hvers árs og að unnið sé greining á því hvar sé mest þörf á aukningu starfshlutföllum ef horft heildstætt á stjórnsýsluna. Að fyrir liggi niðurstaða slíkrar vinnu sem sýnir fram á nauðsyn og áhrif á rekstur áður en ákvarðanir eru teknar. Þetta sérstaklega varhugavert í ljósi þess að ekki liggur enn fyrir hver áhrif hækkandi verðbólgu og kjarasamninga verða á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins næstu mánuðum. Takk fyrir það, Thelma. Og ég gef orðið laust ennþá undir þessum dagskrárlið.
Stefán Broddi og Þjóðs, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, þetta alveg hárrétt að framundan töluvert mikil óvissa eins og við hér að í upphafi. Ég held að þær breytingar sem hér verið að leggja til, eða svo breyting á fjárhagsáætlun sem hér lögð á borðið, þýðir svona í það heila sára litla breytingu á afkomu þessa árs. Þannig að, en hins vegar alveg rétt að við þurfum að gæta okkar vel þegar kemur að þróun launa og forsendum og væntingum hvernig laun þróast á næsta ári og hver launakostnaður sveitarfélagsins verður. Hluti af þeim launabreytingum sem að þarna koma fram eru, eins og við sjáum, þetta eru afturverk áhrif af kjarasamningi sem að snýr að slökkviliðinu hjá okkur. Það svona þyngsti pósturinn. Næsti póstur síðan sú staðreynd að við erum með 2 sveitarstjóra starfandi eða á launaskrá hjá okkur. Og þriðji liðurinn snýr síðan á breytingum á skipulags- og byggingarsviði, þar sem ákveðið var að bæta í en ekki að í raun og veru bregðast við svolítið þungum aðstæður sem kom upp í sumar sem hefðu falist í því að við höfum þurft að draga, hættir við að samfellan í rekstrinum hefði ekki verið svo sem við sjáum fram á núna hins vegar og kemur dálítið fram í þeim horfum sem ég lýsti og þeim verkefnum sem ég lýsti hér áðan á skipulags- og byggingarsviði, þar sem að verkefni eins vegar ansi mörg og ansi brýn og held ég að muni skila sér fram á við í auknum tekjum sveitarfélagsins og auknum umsviðum og við getum haldið samfellu í þeirri þjónustu sem við bjóðum íbúum upp á og þeim sem standa hér í miklum framkvæmdum. Takk. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem, fyrirgeðst, Sigurður Guðmundsson, óska eftir að þessi ljós, gjörðu svo vel. Forseti, spurning hvort það þarna liðir sem eru óreglulegi liðir í mínus 15 milljónir, hvort það sé þetta á nánar útskýringar á þeim. Lækkun á óreglulegi liðum. Já, sveitarstjóri ætlar að svara þessari spurningum. Það má kannski segja að partur af svona, einhverju svona venju sem hefur myndast í þeim fjárhagsáætlun eða þeirri fjárhagsáætlun vinnu sem fer fram í sveitarfélaginu hefur verið að gera ráð fyrir svona einhverjum óskilgreindum óvenjulegum kostnaði. Þannig að þetta er ekki beinlínis óreglulegur kostnaður, þetta er kostnaður sem er ófyrirsjáanlegur. Og við gætum alveg sagt að partur af þessum kostnaði sem nú er að falla á okkur hefði mátt segja væri þessi óreglulegi kostnaður eða ófyrirsjáanlegur kostnaður ætla ég að segja. Og þannig að ef ég man rétt þá gert ráð fyrir 30 milljónum og hér er verið að færa niður 15 milljónir eða færa tilbaka sem þá eru nú veru, áætlaðar tekjur, áætlaðar kostnaðar sem fellur ekki til þá 15. Þannig að einhver leiti hefur þetta verið svona leið okkar til þess að hafa borð fyrir báru vegna sem við vitum þá þetta fengið reynslu að það er hætt við að það komin kostnaðir eins og til dæmis þetta viðhald sem við erum að fá á okkur sem er til þess að við getum svo tryggt viðunandi skólahald til dæmis á Varmalandi. Þannig að svona fleiri þeimtur. Þannig að þetta er ófyrirsjáanlegur kostnaður sem að þarna er að færa tilbaka 15 milljónir. Takk fyrir það og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið viðauka. Og það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Í tillögunni gert ráð fyrir hækkun kostnaðar við rekstur tónlistarskólans 885.000 krónur, hækkun launakostnaðar við slökkvilið 20 milljónir króna, hækkun launakostnaðar í Ráðhúsi 12,5 milljónir króna, hækkun á kostnaði á fræðslusviði 14,2 milljónir krónur, aukin kostnaðar vegna samkomulags við hús og lóðir í EHF frágang lóða 5,7 milljónir króna, aukið viðhald vegna grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandi fyrir 8 milljónir króna,
hækkun launakostnaðar í leikskólanum Uglukletti fyrir 3,8 milljónir króna og í grunnskóla Borgarfjarðar fyrir 6,1 milljón króna og kostnaður vegna tómstundafulltrúa hækkar 200.000. Á móti þessum hækkunum koma auknar tekjur úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir 67,4 milljónir króna og lækkun útgjalda á óvenjulegum liðum fyrir 15 milljónir króna. Þá einnig gert ráð fyrir auknum framkvæmdakostnaði við lagningu ljósleiðara fyrir 30 milljónir króna. En á móti lækkuðu áætlunum framkvæmdir við íþróttamannvirkjum sömu fjárhæð. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki þessa bókun að gefa merki. Þeir sem kunna að vera á móti. Það eru þá 5 sem samþykja og 4 sem sitja hjá. Þá erum við komin í 4. lið á dagskrá sem ber heitið Skorradalshreppur, samningar, málsnúmer 2012-111 og það er bókun frá fundi byggðarráðs númer 606. Þar segir byggðarráð samþykki framlaga samning vegna þjónustu borgarbyggðar við Skorradalshrepp með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar og ég gef orðið laust þennan dagskrálið. Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir kveðjuslóð, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil lýsa ánægju minni með að við séum búin að ná samningum á milli borgarbyggðar og okkar góðu granna í Skorradalshrepp sem ég held að sé til bara góða fyrir okkar samfélag. Ég bara til hamingju með það að við náðum að ljúka þeim samningum. Takk. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Ég tek undir það. Það er góð tilfinning að ljúka þessari löngu samningaleið. En þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samning vegna þjónustu borgarbyggðar við Skorradalshrepp og ég bið það fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 5. liður á dagskrá heitir Brákari framtíðarskipulag með málsnúmeri 2111-213 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 605 18. ágúst. En það segir byggðarráð samþykkir framlögð drög að samstarfssamningi við Festir EHF og felur sveitarstjóra að undirrita samningi fyrir hönd sveitarfélagsins með fyrirvara samþykkt sveitarstjórnar. Byggðarráð tilnefnir Eðvar Ólaf Traustason og Sigurð Guðmundsson sem fulltrúa sveitarstjórnar svo ég bæti við í vinnuhóp sem er skipaður í tengslum við það. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, aðrir sveitarstjórnar fulltrúar og góðir áhorfendur. Ég ætla bara að leyfa mér að fagna þessu máli, lýsa ánægju minni yfir því að þarna sé samningur handan við hornið og ég held að þetta sé mjög ánægjulegt skref í átt að nýjum tímum í Brákari. Margt spennandi þar fram undan. Í samningum er boðað mikið samráð við íbúa sem að ég held að sé óbóðslega mikilvægt og ég bara hvet ykkur öll sem að látið ykkur málefni Brákareyjar varða til þess að kynna ykkur þennan samning. En ég vil bara lýsa yfir ánægju með að þetta sé komið vel á stað. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir. Og orðið er ennþá laust undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs að þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samstarfssamning dagsettan 23. ágúst 2022 við Festir EHF skipulagstillögur í Brákari. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þennan samlagðan samning að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 6. lið á dagskrá sem ber heitir erindisbréf atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar með málsnúmerið 2206-042 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 605. Þar samþykkti byggðarráð verði kynntar breytingar á erindisbréfi atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar og þeim breytingu vísa til staðfestingar sveitarstjórnar og ég gef orðið laust undir þessum lið. Og Eva Margrét Jónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta sveitarstjórn og aðrir fundarmenn. Þessi breyting á erindisbréfi atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar fólgin í því að í fyrsta lagi þá verið að bæta því undir verkefni nefndarinnar að hún starfi sem stjórn Safnahúss Borgarfjarðar og í öðru lagi þá verið að taka út klausu sem að kveður á það að tölvuskrá fundagerð sé prentuð út, hún undirrituð af fundamönnum og það að formaður og að minnstakosti einn nefndamaður setji upphafstafi sína á hverja blaðsíðu fundagerðar. Nú þetta þannig að fundagerðirnar eru undirritaðar rafrænt af öllum fundarmönnum að auki nefndarritara og þess vegna klausan tekin út og því bætt við sem að nú orðin raunin, þessi rafræna undirritun. Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingar á erindisbréfi atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. lið sem ber heitið Hvanneyri, jarðræktarmiðstöð, breyting á aðalskipulagi með málsnúmerið 2101/140 og það afgreiðsla frá 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd mælist til þess að sveitarstjórn Borgarbyggðar að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar í samræmi við 1. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingartillagan gerir Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri mögulegt að efla og styrkja starfsemi sína og ég gef orðið laust undir þessum lið. Og Eva Margrét hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn og aðrir fundamenn. Mér langaði bara til þess að lýsa yfir ánægju minni og koma því á framfæri að ég fagna mjög þessum breytingum sem að styrkja starfsemi Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Vegna þess að hafa slíka stofnun í okkar sveitarfélagi afar mikils virði. Landbúnaðarháskólinn og rannsóknir sem þar fara fram lykilþáttur í því að auka fæðuöryggi í landinu öllu og það hefur sjaldan verið eins mikilvægt og akkúrat þessar mundir. Með þessum fyrirætlunum uppbyggingu jarðræktarmiðstöðvar á Hvanneyri þá styrkja þær ekki bara skólann sem slíkan, heldur einnig atvinnulífið á svæðinu og því ber að fagna. Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Við getum sannarlega tekið undir þetta. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga vegna fyrirhugaðra uppbygginga jarðræktarmiðstöðvar við Landbúnaðarháskóla Íslands. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 8. liða dagskrá sem ber heitið Víðines úr landi Hreðavatns, umsókn breytingu á aðalskipulagi með málsnúmerið 1411/002 og það frá afgreiðslu 43. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Í bókun nefndarinnar segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins í samræmi við 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan verður auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein sömu laga að undangenginni samþykkt skipulagsstofnunar og ég gef orðið laust undir þessum lið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins við Víðines samkvæmt 1. málsgrein 36. grein skipulagslaga sem auglýst verður samkvæmt 1. málsgrein 31. grein sömu laga undangenginni samþykkt skipulagsstofnunar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 9. liður og við erum hérna á sömu slóðum. Sá liður ber heitið Víðines úr landi Hreðavatns, umsókn breyting á deiliskipulagi með málsnúmer 1409/022 og það afgreiðsla frá sama fundi 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar og þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi breytingatillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar í Víðinesi til auglýsingar. Lögðu fram breytingatillögu greinargerðar. Aðalskipulagsbreyting fyrir Víðines verður auglýst samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég gef orðið laust undir þessum lið
og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingatillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar í Víðinesi til auglýsingar. Málsmeðferð verði samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 10. liður sem ber heiti Galtarholt 2, breyting á deiliskipulagi með málsnúmeri 2205-134. Það er sömuleiðis afgreiðsla frá 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar segir í bókun nefndarinnar: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar Galtarholts 2 í Borgarbyggð frá árinu 2005 með síðari breytingum til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég gef orðulaust undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að breyting á deiliskipulagi frístundabyggðar við Galtarholt 2 í Borgarbyggð frá árinu 2005 með síðari breytingum til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt með 8 atkvæðum, einhver sem kann að vera á móti og 1 sem situr hjá. Þá erum við komin að máli nr. 11 sem ber heiti Borgarbraut 14, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi með málsnúmeri 2208-019. Og það er afgreiðsla frá 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Í bókun nefndarinnar segir: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Kynnt verði fyrir öllum húseigendum í Berugötu 1-10 og Borgarbraut 11-16. Og ég gef orðulaust undir þessum lið og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna framlög gögn vegna byggingarleyfis fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verði fyrir öllum húseigendum í Berugötu 1-10 og Borgarbraut 11-16. Og þeir sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast gefa merki. Og það eru 8 og einhver sem kann að vera á móti og 1 sem situr hjá. Það er 8 sem samþykkja og 1 sem situr hjá. Ekki rétt hjá mér. Þá erum við komin á 12. lið á dagskrá sem ber heitið Brókarvatn 12, landsnúmer 233583, framkvæmdaleyfi, málsnúmer 2208-155. Og það er afgreiðsla frá 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Í bókun nefndarinnar segir: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja útgáfu framkvæmdaleyfis vegna lagningu heimkeyrslu á lóðinni Brókarvatn 12 með fyrirvara að hönnunargögn verði lögð fram samkvæmt kröfu skipulagsfulltrúa. Við hönnun heimkeyrslu skal huga að því að rennsli vatns geti átt sér stað í gegnum vegstæðið og að yfirborð sé hvað næst núverandi landhæð. Og ég gef orðulaust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi vegna lagningu heimkeyrslu á lóðinni Brókarvatn 12 með fyrirvarum að lögð verði fram hönnunargögn samkvæmt kröfu skipulagsfulltrúa. Við hönnun heimkeyrslu skuli huga að því að rennsli vatns geti átt sér stað í gegnum vegstæði og að yfirborð sé hvað næst núverandi landhæð. Og ég bauð þá fulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. lið á dagskrá sem ber heitið Hreðavatn 1021-32-1/10R. Umsókn byggingaráform og byggingarleyfi með málsnúmeri 2205-120. Það er afgreiðsla frá 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar og í bókun nefndarinnar segir: skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum. Ég gef orðið laust um þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform við Hreðavatn 1 þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 24. grein skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 14. liður á dagskrá. Úlfstaðir 2. Landsnúmer 134523, stofnun lóðar, Skógarlundur, málsnúmer 2105-014. Afgreiðsla 43. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Í bókun nefndar segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Skógarlundur, stærð 5.885 fermetrar úr landi Úlfstaðir 2, landnúmer 134523 og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar stofnun lóðarinnar Skógarlundur, stærð 5.885 fermetrar úr landi Úlfstaðir 2, landnúmer 134523 og ég bið þá fulltrúa sem samþykja þessa bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. liða dagskrá sem ber heiti Staðarhraun, landnúmer 136029, stofnun lóðar Hagahraun. Málsnúmer 2208-235. Það frá afgreiðslu 43. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Hagahraun, stærð 317,6 hektarar úr landi Staðarhraun, landnúmer 136029 og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem, fyrirgefðu, nei. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar stofnun lóðarinnar Hagahraun, stærð 317,6 hektarar úr landinu Staðarhraun, landnúmer 136029 og þau fulltrúar sem samþykkja þessa bókun vinsamlegast gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og það 16. liður og það líka stofnun lóðar. Það þessi dagskrárliður ber heiti Smiðjuhóll, landnúmer 135947, stofnun lóðar, Smiðjuhóll vegsvæði, 2208-263. Og það afgreiðsla frá 43. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Það segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Smiðjuhóll vegsvæði, stærð 7.095 fermetrar úr landi Smiðjuhólls, landnúmer 135947. Lóðin sett í landnotkunarflokkin annað land og til upplýsingar þá kom þetta frá Vegagerðinni. Ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar stofnun lóðarinnar Smiðjuhóll vegsvæði, stærð 7.095 fermetrar úr landi Smiðjuhólls, landnúmer 135947, landnotkunarflokkur annað land og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Þá erum við komin á 17. lið. Hann ber heitið Grímsstaðavegur, stofnun vegsvæðis, málsnúmer 2005-319. Það frá afgreiðslu 43. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Hvítárvellir 2, vegsvæði úr landi Hvítárvallar 2, landnúmer 133886, stærð 12.741 fermetri. Jafnframt leggur nefndin til við sveitarstjórn að heimila samruna lóðana Hvítárvallar 2 vegsvæði og Hvítárvallar 1 vegsvæði. Eftir samruna mun lóðin heita Hvítárvellir 1 og mun vera 51.647 fermetrar. Og ég gef orðið laust. Og það enginn sem kveður þessu hljóðs undir þessum lið og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar stofnun lóðarinnar Hvítárvellir 2 vegsvæði úr landi Hvítárvallar 2, landnúmer 133886, stærð 12.741 fermetri. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að heimila samruna lóðana Hvítárvallar 2 vegsvæði og Hvítárvallar 1 vegsvæði. Eftir samruna mun lóðin heita Hvítárvellir 1 og vera 51.647 fermetrar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið númer 18 og hann ber heitið Húsafell 1 og Bæjargil, deiliskipulagstillaga með málsnúmeri 2109-082 og það frá afgreiðslu 44. fundar skipulags- og byggingarnefndar.
Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirlegginn til tillögu að deiliskipulagi fyrir Húsafell 1 og Bæjargil til auglýsingar. Aðalskipulagsbreyting er gerð samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég gef orðið laust. Lilja Björg Ágústsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Bara stutt fyrirspurn kannski til þeirra fulltrúa sem sita í skipulags- og byggingarnefnd varðandi þá tillögu að deiliskipulagi sem liggur fyrir til afgreiðslu í dag í þessu máli. Er hún byggð alfarið á samkomulaginu, þríhliða samkomulaginu sem var gert, af því ég sé að það er lagt fram með undir málinu og eins væri gott að fá smá reifun bara á stöðu málsins í dag. Takk. Já, þakka Leilubjörg fyrir. Ég ætla að því að ég er svo eina sem er hér inni sem sat á þessum fundi, þá ætla ég bara að fá að svara fulltrúa Leilubjörg og það er rétt að þetta byggir á þessum þríhliða samning og staðan á þessu máli í dag er í rauninni sú að það liggur fyrir þessi tillaga sem er það er samhljómur milli aðila varðandi þessa tillögu. Þannig að það má kannski bara við því bæta að það má í rauninni þakka starfsfólki Borgarbyggðar fyrir hvað þetta mál hefur vunnist vel áfram með að við, eins og við þekkjum öll, var þetta komið í mikinn hnút á sínum tíma sem að já, má segja hvaðan sem það var litið að þetta tók á alla sem að komu en það má hrósa starfsmönnum Borgarbyggðar fyrir að hafa unnið vel úr þessu máli, sérstaklega með tilliti til þess að lítum í hvað stöðu það var komið á sínu tíma og þetta er bara komið á góðan rekspil og það hafa átt sér stað bara góð samtala milli aðila og enda liggur fyrir hér tillaga sem allir samþykkja hlutaðeigandi aðilar. Og orðið er ennþá laust undir þessu dagskrárlið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að deiliskipulagi fyrir Húsafell 1 og Bæjargil til auglýsingar. Aðalskipulagsbreyting er gerð samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. lið á dagskrá sem ber heitið Dílatang í Borgarnesi, tillaga að deiliskipulagi með málsnúmeri 20.03/2017. Það er afgreiðsla frá 44. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Það segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Niðurstaða sveitarstjórnar skal auglýst og ég gef orðalaust undir þessum lið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu að deiliskipulagi Dílatanga í Borgarnesi samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Auglýsa skal deiliskipulagi samkvæmt 3. málsgrein 43. grein skipulagslaga þar sem athugasemdir bárust á kynningatíma og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 20. lið í dagskrá sem ber heitið Brákabraut 18-20, 18R, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Málsnúmer 2209-021 og það er afgreiðsla frá 44. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Þar segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
kynnt verði fyrir eigendum Brákabrautar 18-20 og ég gef orðið laust undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimila byggingafulltrúa grenndarkynna byggingarleyfi vegna breyttra notkunar og breytingar fyrir hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verði fyrir eigendum Brákabrautar 18-20. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagða bókun að gefa merki. Já, afsakið. Já, það var einmitt það sem ég ætlaði að fá að lesa bókunina aftur. Það var innsláttarvilla í henni. Bókunin hljóðar því svona: Sveitarstjórn heimilar skipulagsfulltrúa að grenndarkynna byggingarleyfi vegna breyttra notkunar og breytinga fyrir hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verði fyrir eigendum Brákabrautar 18-20 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 21 sem ber heiti Borgarbraut 57-59, bréf vegna frárenslis með málsnúmeri 1902-181 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 607. Byggðarráð samþykkir framlagðan samning með þeim breytingum sem ræddar voru á fundinum og vísandi kostnaðar samkvæmt honum til gerðar viðauka við fjárhagsáætlun 2022 og vísar fullnaðar afgreiðslu til sveitarstjórnar. Og ég gef orðið laust undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan samning við hús og lóðir EHF vegna uppgjörs tengist fráveitumálum byggingarinnar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt með 8 atkvæðum, einhver sem kann að vera á móti og það er einn sem situr hjá. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 22 sem ber heitið reglur fjárhagsaðstoð með málsnúmeri 14.01.005 og þetta er afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar 128. Þar segir í bókun nefndarinnar velferðarnefnd leggur til við sveitarstjórn Borgarbyggðar að eftirfarandi breyting verði gerð á reglum Borgarbyggðar fjárhagsaðstoð til að veita húsbúnaðarstyrkna sérstaklega erfiðra aðstæðna. Greinin hljóði svo: styrkur vegna húsbúnaðar. Heimilt er að veita styrk til húsbúnaðarkaupa þeim sem er eignalaus og haft hefur tekjur undanfarna 3 mánuði sem eru við eða undir grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar eða tekjur 6 undanfarna mánuði lægri en lágmarks atvinnuleysisbætur 100%. Einstaklingi eða fjölskyldu sem hefur átt í miklum félagslegum erfiðleikum. B. Ungum foreldrum sem eru að eignast sitt fyrsta barn og áttu mikla félagslega erfiðleika að stríða til þess að kaupa útbúnað vegna barnsins svo sem vagn, rúm eða hliðstæðan búnað. C. Sem er að stofna heimili eftir að minnstakosti 2 ára dvöl á stofnun. Viðmiðunarmörk aðstoðar nema einni grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar fyrir 1 mánuð. Húsbúnaðarstyrkir greiðist einu sinni. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða breytingar á reglum Borgarbyggðar fjárhagsaðstoð og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 23. lið dagskrár sem ber heiti kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeri 22.05.140. Og það er tillaga skipun í fjölmenningaráð og það er afgreiðsla frá fundi 607 í byggðarráði. Byggðarráð samþykkir tillögur kjör eftirfarandi aðalmanna: Veronika Sjadovska, Sonja Lind Eglóðardóttir, Kristján Jóhann Pétursson, Guðrún Vala Elísdóttir og Valur Örn Vífilsson. Varamenn: Andi Silvidóttir, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvarð Traustason, Bjarni Bjarnadóttir og Jóhanna Pavlović. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að skipun í fjölmenningaráð. Sveitarstjórn samþykkir að fjölmenningaráð verði skipað sem hér segir: Veronika Sjadovska, Sonja Lind Eglóðardóttir, Kristján Jóhann Pétursson, Guðrún Vala Elísdóttir og Valur Örn Vífilsson og varamenn Andi Silvidóttir, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvarð Traustason, Bjarni Bjarnadóttir og Jóhanna Pavlović. Og ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkomna tillögu að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóma. Hér var rugluð. Þá er það liður númer 24 sem ber heitið stjórn fjallskilaumdæmis ABHS og það er málsnúmeru 2208-116 og það eru lagðar fram fundagerðir 12. og 13. fundar stjórnar fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. Og sú fundagerð, ég gef orðið lausn undir þessari fundagerð. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. 25. liður, það er fjallskil 2022, málsnúmer 2208-058. Það er afgreiðsla 64. fundar fjallskilanefndar. Heildarfjöldi fjár til fjallskila er 7.462 og kostnaður per kind krónur 640 krónur. Notast var við haustskýrslur vegna skorts á innsendum tölum. Heildarkostnaður vegna fjallskila er krónur 4.775.555 krónur. Sú breyting og orðið að sendur er skilamaður í Brekkurétt, fjallskilum jafnað niður og þau yfirfarin. Þau samþykkt og sendi Borgarbyggðar til fjölritunar og dreifingar. Breyting var gerð á dagsetningum og tíma annar og þriðja réttar í samtali við sveitarstjóra. Réttarstjóra. Ég held ég þurfa að fá mér sopa kók. Réttarstjóra fyrirgefðu. Ég svo sveitarstjóri frábið sér að taka við þessu. Og ég gef orðið lausn undir þessum lið. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna þveráréttar. Heildarfjöldi fjár til fjallskila er 7.462 og kostnaður per kind krónur 640 krónur. Notast þar við haustskýrslur vegna skorts á innsendum tölum. Heildarkostnaður vegna fjallskila er krónur 4.775.555 krónur. Sú breyting hefur orðið að sendur er skilamaður í Brekkurétt, fjallskilum jafnað niður og þau yfirfærin. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 27. liður, álagning fjallskila 2022, málsnúmer 2208-118. Það er afgreiðsla 30. fundar Kaldár, Bakka og Mýrdalsréttar. Og segir hér í fundagerð, dagsverk voru ákveðin 71 og 82 kindur í dagsverki. Fjallskilagjald per kind er krónur 246 krónur, heildarfjöldi 5.762 kindur. Ákveðið var að dagsverki verið metið á krónur 20.000 og ég gef orðið lausn undir þessum dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessi hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna Kaldár, Bakka og Mýrdalsréttar. Dagsverk voru ákveðin 71 og 82 kindur í dagsverki. Fjallskilagjald per kind er krónur 246 krónur, heildarfjöldi 5.762 kindur. Ákveðið var að dagsverki verið metið á krónur 20.000 og ég bið þá fulltrúa sem samþykja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 27 sem er álagning fjallskila 2022 með málsnúmeru 2208-118 og það er afgreiðsla frá 27. fundi fjallskilanefndar Rauðskilsréttar. Og það segir í bókun, ekki voru gerðar neina breytingar á leitum eða leitamönnum frá því í fyrra. Fjárgjöld verða 550 krónur hver kind, dagsverk 14.000 krónur, fæði 6.000 krónur per dag, önnur heiðarleit verður 20. til 22. september, hrútasmölun verður 22. október 2022. Fjölga verður skilamönnum í þveráréttum 1 og ég gef orðið lausn undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna Rauðskilsréttar. Ekki voru gerðar neina breytingar á leitum eða leitamönnum frá því í fyrra. Fjárgjöld verða 550 krónur hver kind, dagsverk 14.000 krónur, fæði 6.000 krónur per dag, önnur heiðarleit verður 20. til 22. september, hrútasmölun verður 22. október 2022. Fjölgað verður skilamönnum í þveráréttum 1 og ég bið það fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að dagskrárlið númer 28 sem ber heitið álagning fjallskila 2022 með málsnúmeri 2208/118 og það er afgreiðsla 32. fundar fjallskilanefndar Hítardalsréttar. Þar segir í bóku nefndarinnar álagning fjallskila á fjáreigendur sem eru 14. Tala sauðfjár til fjallskila er 2495 samkvæmt uppgefnum tölum frá fjáreigendum, fækkun 107 fjár. Fjallskilanefnd á kind ákveðið 850 krónur. Heildarálagning 2.120.750 krónur. Dagsverki metið á 10.000 krónur. Dagsetningar leita og rétta hafa verið færðar fram með viku frá ákvæðum fjallskilareglugerðar. Leitarstjóri í öllum afréttarleitum verður Gísli Guðjónsson, Jakob A. Eyjólfsson stjórnar leitum á Svarfhólsmúla, réttarstjóri í öllum réttum verður Sigurjón Helgason. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna rauðskilsréttar. Álagning fjallskila á fjáreigendur sem eru 14, tala sauðfjár til fjallskila er 2495, samkvæmt uppgefnum tölu frá fjáreigendum, fækkun 107 fjár. Fjallskilagjald á kind ákveðið 850 krónur, heildarálagning 2.120.750 krónur, dagsverki metið á 10.000 krónur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum ekki alveg búin í álagningu fjallskila, en við erum komin hér að 29. lið og hann ber heitið álagning fjallskila 2022 með málsnúmeri 2208/118 og það er afgreiðsla frá 36. fundi fjallskilanefndar Grímsstaðaréttar. Og það segir í bóku nefndarinnar, lagt var á 1301 vetrarfóðraðar kindur og var fækkun 198 kindur milli ára. Hver kind er metin á 850 krónur, dagsverki er metið á 10.000 krónur, kostnaður vegna matar er 8.000 krónur, fjallskilum jafna niður og þau yfirfarin. Þau samþykkt og sendi borgarbyggða til fjölritunar og dreifingar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna Grímsstaðaréttar. Lagt var á 1301 vetrarfóðraðar kindur og var fækkun 198 kindur milli ára. Hver kind er metin á 850 krónur. Dagsverki er metið á 10.000 krónur, kostnaður vegna matar er 8.000 krónur, fjallskilum jafna niður og þau yfirfarin. Þau samþykkt og sendi borgarbyggða til fjölritunar og dreifingar og ég bið þá fulltrúa sem samþykja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 30 sem ber heitið álagning fjallskila 2022, málsnúmeri 2208/118 og það er afgreiðsla frá 48. fundi fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar. Upplýsingar jarðmat fengnar úr þjóðskrá, álagning á kind helst óbreytt. Álagningarhlutfall á fasteignamat lækkar úr 1,3% í 1,22%. Álögð fjallskil samtals 3.281.612 krónur. Innheimt í peningum 1.407.612 krónur. Dagsverk mat í leitum helst óbreytt, gengið frá fjallskilaseðli. Og ég gef orðið laust. Og það er enginn sem kveður þessu hljós. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna Oddsstaðaréttar. Álagning á kind helst óbreytt. Álagningarhlutfall á fasteignamat lækkar úr 1,3% í 1,22%. Álögð fjallskil samtals 3.281.612 krónur. Innheimt í peningum 1.407.612 krónur. Dagsverkmat í leitum helst óbreytt, gengið frá fjallskilaseðli. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það síðasti dagskrárliðinn til staðfestingar í sveitarstjórn og það er dagskrárlið númer 31 sem er álagning fjallskila 2022, málsnúmer 2208/118 og það er afgreiðsla 50. fundar fjallskilanefndar Brekku- og Svignaskarðsréttar. Þar segir, lagt var á 2262 vetrarfóðraðar kindur samkvæmt upplýsingum vortölu frá eigendum og hausttölum í þeim tilvikum sem vortölum var ekki skilað.
Dagsverk metið á 15.000 krónur, kostnaður per kind 850 krónur, kostnaður vegna matar 11.500 krónur, fjallskilum jafna niður og þau yfirfarin. Þau samþykkt og sendi borgarbyrða til fjölritunar og dreifingar. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljós. Það greinilega misjafn matarkostnaður, kannski misjafnlega veglega veitingar þessum. En þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir álagningu fjallskila sem hér segir vegna Brekku og Svignaskarðsréttar. Lagt var á 2262 vetrarfóðraðar kindur samkvæmt upplýsingum vortölur frá eigendum og hausttölum í þeim tilvikum sem vortölur voru ekki skilað. Dagsverk metið á krónur 15.000, kostnaður per kind 850 krónur, kostnaður vegna matar 11.500 krónur, fjallskilum jafna niður og þau yfirfærin. Og ég bið það fulltrúa sem samþykja framlaga bókun að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Já, þá erum við komin að fundagerðum og þá það fyrst fundagerð byggðaráðs frá fundi nr. 607 með málsnúmeri 2208-022F og ég gef orðið laust þessa fundagerð. Lilja Björg óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kveð með hljóðs undir fundagerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 607 og ætla að fjalla eða spyrjast fyrir lið 11. Þar lögð fram fundagerð byggingarnefndar íþróttamannvirkja í Borgarbyggð. Þar lagður fram áhugaverður samanburður á kostnaðaráætlunum, annars vegar við gervigrasvöll og hins vegar við knatthús. Þar kemur fram að samkvæmt þessari samantekt Eflu á þessum tíma, þetta sérst lagt fram í ágúst sýnist mér, að þá talað að kostnaður við gervigrasvöll sé 355 milljónir og framkvæmdin myndi taka frá upphaf til enda cirka 7 mánuði. Í skýrslunni líka fjallað að knatthús myndi kosta 1225 milljónir en það talað að endurskoða í þá kostnaðaráætlun eftir að búið að opna tilboð í knatthús Hauka sem nú liggur fyrir og hefur gert í töluverðan tíma. Ég veit líka að byggingarnefndin hefur fundað í millitíðinni þó að fundagerðir liggi ekki fyrir þessum sveitarstjórnarfundi enda eru þær yfirleitt lagðar fram fyrst í byggðaráði, þannig hún ætti að koma þangað. En það sem ég hef áhuga á að vita hvar þessi vinna stödd einmitt núna, hvort að kostnaðaráætlun hvort opnun tilboða knatthús Hauka hafi breytt kostnaðaráætlun við knatthúsi hér eða hvort við erum enn að gera ráð fyrir að það kosti rúmlega 1200 milljónir. Eins myndi ég vilja vita hvort að lagt sé upp með að breyta í stórum dráttum eitthvað fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins út frá þessum forsendum. Erum við að leggja til að viðbyggingu við íþróttahús verði frestað? Ef ekki, hvenær hefst þá hönnunarvinna við íþróttahúsi? Takk. Takk fyrir það, Lilja. Ég gef áfram orðið laust og Eðvar Lóði Traustason, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, takk fyrir þetta, Lilja. Það var fundað hjá okkur í gær og þá komu uppfærðar kostnaðartölur á báðum verkum og það var kannski svo við var að búast, það var hækkun á bæði gervigrasvelli og fótboltahúsi. Við lögðum náttúrulega og bókuðum á fundinum í gær sem kemur þá fyrir byggðaráð á næsta fundi. En varðandi framkvæmdatíma þá stór óvissuþáttur í lagningu gervigras á íþróttavöllinn að veitur hafa ekki getað tryggt vatn til að hita upp völlinn. Og það gæti mögulega tafið verkið töluvert. Og það gæti enda með því að nú 2 ár í landsmót
Og það geti kannski orðið til þess að loksins við fáum þau svör að við getum farið í framkvæmdina ef að verður, að það gæti þá farið inn á það að völlurinn væri ekki tilbúin á landsmóti, sem náttúrulega hlutur sem við erum að taka inn í myndina. En svona til upplýsingar þá var náttúrulega leitað viðbragða frá fótboltanum við þessa nýju tölum og það liggur svolítið bara boltinn hjá þeim eins og með þá varðandi fótboltahús versus gervigrasvöll. Verktíminn á þessu verki með gervigrasi eru 7 mánuðir, það ekki, ef maður rétt. Byggingartími og skipulagstími á knattspyrnuhúsi eru 25 mánuðir og að þú spurðir út í parketthús líka, þá var það til að nefndarinnar að þessi verk, ef það yrði til dæmis farið í boltahúsið, að þá myndu þau ganga mjög vel upp á tímalínunni varðandi það að sá tími sem framöndan bara í skipulags- og hönnunarkostnaði á parketthúsi voru það bil, ég man ekki alveg nákvæmlega töluna, 2 ár, eitthvað nálægt í, rétt rúmlega. Þannig að Jón hefur svarað öllu, kannski ég að gleyma ykkur, en þetta allavega svona það sem við höfum í höndunum núna. Takk fyrir það, Ólafur, og orðið ennþá laust þessa fundagerð. Sigur, hver voru undan? Lilja? Já, Lilja Björg, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur, takk fyrir þessar upplýsingar, Eðvarð. Það ánægjulegt að heyra að það eigi að standa við tímalínu varðandi íþróttahúsið og ég vona bara að við getum öll verið sammála það að það verkefni má alls ekki tefjast þó að við séum að reyna að finna einhverja lausnir fyrir fótboltann. Varðandi tölurnar og hækkun á þessum kostnaðarliðum, gætirðu upplýst svona sirka hversu mikil hækkun þetta var. Ég reyndar sit í stjórn knattspyrnudeildar og hef ekki fengið þar allavega inn á mitt borð til umfjöllunar en það væntanlega kemur þá fljótlega. Eins myndi ég líka vilja heyra kannski aðeins af umræðunni inn í bara byggingarnefndinni, þá enn lagt upp með að fara í byggingu knatthús þó að það kosti þennan pening og taki þennan tíma, eða jafnvel verið að endurskoða þá ákvörðun núna og fara þá frekar í gervigrasið aftur? Takk. Takk fyrir það, Lilja. Eðvarð var svara. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar. Sko, ef við skoðum þetta mál í heild, þá erum við byggingarnefnd sem að meta kosti og galla ákveðinna verkefna í góðu samtali við aðildarfélögin og við sem slík getum ekki sagt til það hvar inn í fjárhagsáætlun þetta fer eða annað. Þetta bara okkar tillaga að uppbyggingu íþróttamannvirkja og það ekki okkar að ákveða hvernig fjárhagur sveitarfélagsins upp og að geta staðið sér við að þessi uppbyggingu áfór. Þetta bara okkar tillaga, svona getur þetta litið út. Ég get ekki svara með boltahúsið að því við að fá endalegt tilboð frá einum aðila en kannski í tilfelli gervigrasvallarins þá held ég að minnst hækkun á þeirri fjárhags eða þeirri úttekt sem var gerð því að náðu fyrir. Þetta verður örlítið meiri hækkun á bæði boltahúsi og parketthúsi. Takk fyrir. Takk fyrir það og orðið Sigrún, gjörðu svo vel, Sigrún Ólafsdóttir. Nú, forseti, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar og áheyrendur. Ég kem upp hér undir
lið eða fundagerð frá fundi númer 607 byggðarráði og mér langar aðeins til þess að nefna hér að þar var mál sem að tekið var fyrir á þeim fundi varðandi dýravelferð númer 16, liður númer 16 og ég ætlaði bara að upplýsa ykkur hér það að Umhverfis- og landbúnaðarnefnd hélt fund í dag þar sem að hún fékk gesti sem að voru forstjóri MAST, yfirdýralæknir og fleiri starfsmenn MAST til þess að ræða þessi mál sem að svona, já, hafa svolítið komið illa við samfélagið hér. Nú, til þess að upplýsa aðeins meira varðandi þetta mál og rifja kannski bara örlítið upp að þá var bókun byggðarráðs frá fundi 607 þannig að eftirlit með dýravelferð á hendi Matvælastofnunar eða MAST. Byggðarráð Borgarbyggðar leggur til að með leyfi forseta, Umhverfis- og landbúnaðarnefnd eigi samtal við MAST framkvæmd eftirlitsheimsókna, eftirfylgni með ábendingum. Í Borgarbyggð mikill fjöldi íbúa sem hefur húsdýr og landbúnaður einn af hornsteinum atvinnulífsins. Undantekningarlítið svo starfsemi til fyrirmyndar og vel gætt að velferð dýra. Íbúar Borgarbyggðar geta ekki unað því ef pottur brotin í eftirliti MAST og ákvarðanataka og framkvæmd samkvæmt eigin reglum hæg og óskilvirk. Málleysingar eiga að geta treyst á að fara sér eftir ábendingum og reglum fylgt við eftirlit og rannsókn mála. Málið varðar velferð þeirra þurfa að vera unnin hratt og vel. Það mikilvægt að íbúar hafi vakandi auga með velferð dýra og þakkavert að slíkum ábendingum sé komið í farveg til MAST. Þetta sem sagt það sem samþykkt var á byggðarráðsfundinum. Nú, þetta í dag á fundinum að þá langar mig bara aðeins að tæpa á því sem að þar kom fram að fulltrúar MAST komið til fundarins og fóru yfir þá verkferla sem stofnunin fylgir í dýravelferðarmálum. Og þar kom meðal annars fram að í ársskýrslu MAST 2021 að og yfir 90% allra skoðunaratriða í eftirliti MAST metin í lagi. Fram kom að allir ferlar stofnunarinnar bundnir stjórnsýslulögum, svo sem varðar rannsóknarskyldu, jafnræðisreglu og reglu meðalhóf. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd þakkar fulltrúum MAST fyrir greinargóða kynningu og upplýsingagjöf. Og þá kemur bókun nefndarinnar. Nefndin telur ferlið eins og það hjá MAST í dag vera of þungt í vöfum og telur mikilvægt að stjórnsýslan skoði verkferla sem stofnunin notar. Einkum þegar að ræða alvarleg dýravelferðarmál sem oft lúta bæði að heilsu dýra og ekki síður manna. Það gríðarlegt hagsmunamál fyrir bændur að ímynd landbúnaðarins og sveitarfélagsins litist ekki einstökum málum sem rati fjölmiðla. Nefndin fagnar fyrirhugaðri úttekt Ríkisendurskoðunar á starfsemi stofnunarinnar og telur æskilegt að slík úttekt fari fram sem allra fyrst. Vildi bara leggja þetta fram hérna til ykkar til upplýsingar þó að fundurinn hafi bara verið í dag og tíminn á skornum skammti, en þá upplýsist þetta hér með. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, gott að fá upplýsingar um þetta, en fundagerð Umhverfis- og landbúnaðarnefndar kemur væntanlega inn á næsta sveitarstjórnarfund til frekari umræðu. En orðið ennþá laust undir fundagerð byggðarráðs nr. 607 og ef það enginn sem kveður sér hljóðs þá telst sú fundagerð framlögð. 33. liður dagskrá byggðarráðs nr. 606, fundur sem var haldinn á Bifröst. Og ég gef orðið laust undir þessari fundagerð og það enginn sem kveður sér hljóðs. Jú, fyrirgefur, Lilja Björg Ágústsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég að kveða mig hljóðs undir fundagerð byggðarráðs frá fundi númer 607 og það liður 8.
Er ég með rangan fund? 606, afsakið, 606 liður 8. Það er svo ljósleiðar í Borgarbyggð framkvæmdir. En hann Guðmundur Daníelsson, verkefnastjóri, mætti til funda byggðarráðs og fór yfir stöðuna á verkefninu. Það hefur alveg verið svona breytingar á framkvæmdahraða og svona tempó í framkvæmdum, enda er þetta eitt stærsta einstaka ljósleiðaraverkefni á Íslandi. Mér langaði bara að minnast á það að það var ánægjulegt að sjá að með þær áætlanir sem liggja fyrir núna, bæði verklegar og fjárhagslegar, að þá lítur út fyrir að verkið muni standast kostnaðaráætlun eða fjárhagsáætlun. Og ef að það verður raunin, þá er það bara mjög jákvætt og kannski eitthvað sem að maður hefði ekki trúað bara svona björtustu vonum að myndi ganga eftir. En þetta verkefni ætti að klárast, ef ég man rétt, á bara næsta ári, eða núna í ár. Já, það er bara núna í nóvember sem það á að klárast. Þannig að þá kemur þetta allt saman í ljós og bara ánægjulegt að sjá að þetta hafi þó gengið þetta vel, því að þetta er búið að vera ansi langt og strangt ferli. Takk. Takk fyrir það, Lilja Björg. Ég get tekið undir það. Þetta er stór áfangi fyrir okkur í sveitarfélaginu. Og orðið er ennþá laust undir fundargerð byggðarráðs númer 606 og ef það er enginn sem kveður sér hljós þá telst sú fundargerð framlögð. Og þá er það fundargerð byggðarráðs númer 605. Ég gef orðið laust undir þessum dagskrárlið, þessari fundargerð byggðarráðs og það er enginn sem kveður sér hljós og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er komið að dagskrárlið númer 35 og það er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar á fundi númer 210 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Eðvarð Ólaf Traustason að fara yfir fundargerðina. Takk fyrir. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Haldinn var 200. og 10. fundur nefndarinnar þann 31. ágúst sem var jafnframt fyrsti formlegi fundur nefndarinnar og eina mál á dagskrá á þeim fundi var erindisbréfið og svo fóru bara fram kynningar hjá fræðslustjóra á því sem framöndan er og setja nýja fulltrúa inn í verkefnin. Þannig að annað var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvarð. Ég þykist vita að fræðslunefnd hafi fundað svo í gær og þá sú fundar kemur þá væntanlega inn næsta fundi sveitarstjórnar. En orðið er laust undir þessari fundargerð og það er enginn sem kveður sér ljós og þá telst þessi fundargerð framlögð. 36. liður á dagskrá er fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi númer 38 og ég bið formann nefndarinnar Evu Margrét Jónadóttur að fara yfir dagskrána. Forseti, ágæta sveitarstjórn, aðrir fundarmenn. Við erum hér undir lið 36, þar sem ég ætla að fara yfir fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar að fundi númer 38. Síðasti fundur hófst á umræðum starfs- og fjárhagsáætlun fyrir 2023. Þar var til dæmis rætt Ljómalind og hvort að styrkja ætti áfram þann starfsmann sem færðist frá Markaðsstofu Vesturlands yfir til Ljómalindar á sínum tíma. En nefndin telur núverandi fyrirkomulag ekki vera varanlega lausn á útfærslu upplýsingamiðstöðvar en leggur þó til að halda óbreyttu fyrirkomulagi og meðan ekki hafa verið gerð eða útfærð önnur úrræði. Við ræddum aðeins markaðsherferðir sem hafa verið í gangi yfir kynningu á sveitarfélaginu og hvort að halda ætti þeim áfram. Ekkert var ákveðið í þeim efnum en við ætlum að skoða aðeins betur hvað efni er til og hvað er hægt að nota áfram í markaðsherferðir fyrir sveitarfélagið. Sveitarstjórn hefur nú samþykkt að velja árlega listamann Borgarbyggðar og heiðra hann með peningastyrk og því var tekin umræða hversu há slík styrkupphæð ætti að vera en það verður endanlega ákveðið í næstu fjárhagsáætlun. Borgarbyggð hefur síðastliðin 2 ár verið að veita styrki til viðburða sem fest hafa sig í sessi í bæjarfélaginu og því var rætt hvernig því skyldi áfram vera háttað.
Einnig var rætt hvort að hækka megi framlag til menningarsjóðs þar sem að aðsókn í sjóðinn hefur verið mjög mikil sem gerir það að verkum að margir aðilar hafa fengið lága styrkfjárhæð. Það er samt auðvitað frábært að ásókn í sjóðinn hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár. Síðan var ýmsar hugmyndir frá samskiptastjóra ræddar, margar voru þær ansi góðar og vonandi náum við að koma einhverjum þeirra að leggja í framtíðinni. En af þeim hugmyndum ber svona helst að nefna upplýsingapakka fyrir nýja íbúa í sveitarfélaginu, ný veftré á ensku og pólsku fyrir heimasíðu Borgarbyggðar og nýjar hefðir fyrir páskaviðburðahaldi á vegum sveitarfélagsins. Við ræddum aðeins hvort að væri sniðugt að koma á laggirnar atvinnumálasjóði eða gerð atvinnustefnu fyrir sveitarfélagið í heild sinni en ekkert var ákveðið þeim efnum að sinni en það verið tekið upp aftur síðar. Þórunn Kjartansdóttir, nýráðin forstöðumaður menningarmála, kom á fund nefndarinnar til að fara yfir tillögur að breyttum afgreiðslutíma bókasafnsins með það markmiði að auka þjónustustig þess. Nefndin samþykkti tillögur Þórunnar að breyta afgreiðslutímanum þannig að það opnar fyrr miðvikudaga og föstudaga og lokar þá fyrr líka. En samhliða þessu þá mun við halda áfram þessari laugardagsopnun á bókasafninu því að sú tilraun hefur gengið nokkuð vel. Nefndin tók ákvörðun síðastliðið vor að framkvæma vefgreiningu á heimasíðu Borgarbyggðar en sú vinna að fullklárast á næstu haustmánuðum. Við skoðum drög að nýrri heimasíðu og ræddum þau og drögin líta bara nokkuð vel út og var samskiptastjóra falið að vinna málið áfram. Hrafnhildur Tryggvadóttir, deildarstjóri umhverfis- og framkvæmdamála, kom á fund nefndarinnar til að ræða nýtingu og viðburðahaldi Skallagrímsgarði en nefndin ræddi meðal annars að setja upp svona litla kofa sem gætu nýst í ansi margvíslegum tilgangi eins og uppsetningu á jólaþorpi, markaðsviðburðum, nýtingu, uppsetningu á sölubásum og allt hvaðina. Nýting þessar kofa hugmyndar takmarkast að minnstakosti aðeins við ímyndunaraflið. En nefndin telur að var mikilvægt að vinna markvisst að því að vekja athygli á þessum fallega garði, bæði fyrir íbúa og gesti bæjarfélagsins. Þá voru umræðuefni fundarins nokkurn veginn upptalin og takk fyrir mig. Takk fyrir góð yfirferð á þessu. Það er greinilega margt spennandi að gerast í atvinnumarkaðs- og menningarmálanefnd en ég gef orðið laust þessa fundargerð nefndarinnar og það er enginn sem kveður sig hljós og þá telst sú fundargerð framlögð. Næsta mál, næsti liður á dagskrá nr. 37 er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 43. Formaður nefndarinnar er ekki á fundinum í dag en þar sem að allir dagskrárliðir á þessari fundargerð hafa komið til umræðu í dag og hafa verið samþykktir að þá ætla forseti að leggja til að það sé ekki sérstaklega farið yfir þessa fundargerð en að gefa sjálfsögðu orðið laust þessa fundargerð nr. 43 þau skipulags- og byggingarnefnd. Og það er enginn sem kveður sig hljós og þá telst hún framlögð. Og það má sama segja fundargerð skipulags- og byggingarnefndar nr. 44 sem er 38. dagskrárliður. Það voru 3 mál á dagskrá þess fundar sem hafa öll verið tekið til afgreiðslu hér í dag en ég gef orðið laust undir þessum dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljós og það telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við komin hérna á endasprettinn og það er 39. liður á dagskrá. Það er fundargerð fjallskilnefndar Kaldabakka á Mýrdalsrétt nr. 30 og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sig hljós og telst sú fundargerð framlögð og þá er það 40. liður fundargerð fjallskilnefndar Grímsstaðaréttar nr. 36. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sig hljós og telst sú fundargerð framlögð. 41. liður á dagskrá er fundargerð fjallskilnefndar Rauðskiljsréttar nr. 27. Og ég gef orðið laust. Kveður sig enginn hljós og telst sú fundargerð framlögð. 42. liður á dagskrá er fundargerð nr. 48 frá fjallskilnefnd Oddsstaðaréttar. Já, býtum nú við, athugasemd hér er spyrja ritara með varðandi er engin fundargerð undir dagskránni í
umhverfis- og landbúnaðarnefnd á þessum. Var hún ekki hérna frá hvað 18? Já. Afsakið þetta. Hvert var ég komin? 42. liður, fjallskilinefnd Oddsstaðaréttar, fundur nr. 48. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá telst sú fundargerð framlögð. 43. liður á dagskrá er fundargerð fjallskilinefndar Hítarvatnsréttar nr. 32. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst fundargerðin því framlögð. 44. liður er fundargerð frá fundur nr. 50 fyrir fjallskilinefnd Brekku- og Svignaskarðsréttar. Gef orðið laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst fundargerð framlögð. Og 45. mál á dagskrá er fundargerð frá 35. fundi fjallskilinefndar Grímsstaðaréttar. Ég gef orðið laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. En það er alveg staðfest er það ekki að það var ekki búið að dagskrá. Þá er dagskrá sveitarstjórnar tæmd í dag. Ég þakka starfsmönnum fyrir undirbúning fundar og ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðan málefnalega fund og segi fundi slitið. Takk fyrir.